afneitað honum alveg. Á fullorðinsárum áttaði hún sig á því að hún hefði misst af mikilvægum tengslum bæði við hann og föðurfjölskylduna og því fylgdi mikil eftirsjá. Þetta ekkert einsdæmi, það þótti ekkert endilega óeðlilegt hér áður fyrr að börn mistu samband við föður við skilnað foreldra. Nú sameiginleg forsjá hins vegar orðin ríkjandi og feður sækja almennt rétt sinn og barnanna til jafnrar umönnunar fastar en áður. Stefanía Katrín Karlsdóttir, viðskiptafræðingur og María Júlía Rúnarsdóttir, lögfræðingur, hafa bæði rannsakað og skrifað mikið þetta efni. Þær eru sestar hjá Þóru. Velkomna báðar, Stefanía og María. Kannski rétt að byrja því að við fengið gríðar mikil viðbrögð við þessu viðtali í gær og þessu efni. Það greinilega mikið sem að kraumar þarna undir og kannski einhverjum sérlagi frá fólki sem hefur átt í glímu við kerfið eins og það orðar það. Og María, þegar þú ert búin að taka út lagaumgjörðina, þá langar mig að byrja að spyrja þig, eða biðja þig að kannski rekja bara hvernig kerfið sem á að fjalla og leysa úr þessum málum. Hvernig það virkar, hvaða úrræði foreldri hefur sem lendir í því að vera hindrað í því að annast börnin sín? Sko við höfum náttúrulega ákveðin lagaramma utan þessu mál, það eru barnalögin og í barnalögum réttur barns til umgengni við báða foreldra sína mjög skýr. En það að því gefnu að umgengnin sé ekki andstæð hagsmuni barnsins. Og það nú, ég held ekki að fullyrt það að í öllum þessum málum þar sem umgengni hindruð telur foreldri sem hindra umgengnina sé hafa eitthvað réttmætar ástæður fyrir því. Og það sko kannski kjarni málsins í þessari umræðu að við viljum ekki að þetta sé einhver geðþótta ákvörðun annars foreldrisins. Og þá tekum við þetta kerfi sem á að taka ákvörðunir það hvort að það sé í samræmi með hagsmuni barnsins að eiga umgengni við báða foreldra sína. Og það kannski gallinn í þessu kerfi hversu svifaseint það og þetta tekur allt rosalega langan tíma og meðan geta aðstæður verið þannig að það engin umgengni að fara fram og við getum verið að tala marga mánuði eða ár í sumum málum þar sem mikill ágreiningur og mikill togstreita á milli foreldrana. Og mál þar sem að tíminn mjög dýrmætur af því að hann líður öðruvísi hjá börnum. Já, nákvæmlega. Og hvað ef svo kemur að því á einhverju tímapunkti að fólk komið út á enda í þessu kerfi og það búið að úrskurða, jú það á að vera umgengni en hvað gerist ef hún ekki virt samt sem áður? Sko það ákveðin úrræði í lögunum hvernig á að þvinga fram umgengni. Við hefum úrræði sem kveður á að það hægt að leggja á talmeinaforeldri þá dagsettir. En ef ásetningur mjög einbeittur að tala með umgengni, þá býtur það nú lítið á. Og þá tekur við úrræði sem kveður á að foreldri sem beitt þessum talmeinum getur leitað til dómstóla og óskað eftir að umgengni verið komið á með aðferð. Það að segja að láta lögregluna sækja barnið? Já, með aðstoð barnaverndar yfirvalda og lögreglu eftir atvikum ef þess þarf. Sem náttúrulega ekki mjög skemmtileg reynsla kannski? Nei, það getur náttúrulega verið mjög þungbært fyrir barnið. En við höfum þá samt að hafa í huga að foreldri sem að tálma umgengni getur fram að þeim tíma alltaf ákveðið að barnið sleppi við þessar hörmulega aðstæður og heimilað umgengni. Stefanía, þú hefur skoðað mikið svona afleiðingar þessa og það rannsóknir sem hafa farið fram og talað við mjög marga sem að vinna inn í þessu kerfi. Hvernig mætti gera þetta betur? Hver þín niðurstaða eftir að skoða þetta og skrifa? Já, ég vil kannski bara segja fyrst að við María unnum ákveðna rannsóknina 2008 þar sem að við ræddum við köllum bara kerfið og við fjöldamanns á vegum sýslumannsembætta, félagsþjónustu sveitarfélaga, lögmenn og sálfræðingar sem vinna í þessum málum, dómstóla, barnahús og fleiri. Og til viðbótar eru við búin að, ég sérstaklega með ákveðna nálgun hef ég verið að skoða mjög mikið rannsóknir bæði erlendis og á Íslandi til þess að tengja inn í þessi viðtöl sem voru framkvæmd þarna fyrir 8 ára síðan. Og það kemur bara mjög svona afgerandi út úr þessu hvað sem við erum að tala niðurstöður rannsóknanna, bæði erlendis og þá hérna á Íslandi og svo viðtölin að allar tálmanir og takmarkanir umgengni bara alltaf skaðleg fyrir barnið. Því að það kemur kannski ekki endilega í ljós á fyrsta degi en þegar fram í sækir og eins og þetta viðtal sem var í gær í Kastljósi sem kannski svolítið mikið spegilmynd af hörmulegri kannski að segja niðurstöðu út úr
hvernig hún, hvað kom fyrir hana sem barn. En helstu niðurstöður sem má segja eru svona almenn vanlíðan, það er sko sorg, það er kvíði, það er jafnvel þunglyndiseinkenni, það er lágt sjálfsmat, þessi börn eru oft erfitt með að mynda tengsl, þau geta sýnt hegðunarvandamál og svo bara eru þau ákveðin áhættu hópi hvað varðar svona seinna á lífsleiðinni, detta út úr skóla, jafnvel lendir á fíkniefnabraut eða eitthvað slíkt. Þetta er það sem hefur komið út úr þessu rannsóknum. En almenna reglan er nú svo að fólk eftir svona kannski fyrsta örguleika tímabili nái einhverju jafnvægi. Hvað er þetta stór hópur sem er í þessum spórum? Já, sko, hér á Íslandi sem að við þegar við vorum að vinna okkar rannsóknum 2008, þá kemur það í ljós að það eru það bil 160 ný tilfelli á ári á börnum sem eru í þessum aðstæðum þar sem foreldrar deila mjög hart og ef við horfum á það séu hvert mál tekið 3 ár, sum mál taka miklu lengri tíma, þá erum við að tala um það kannski á hverju tímapunkti eru 500 börn við erfiðar aðstæður og ef við ætlum að setja þetta í eitthvað samhengi, hvað eru 500 börn? Jú, það er 9 leikskólar í Reykjavík. Þetta eru börnir sem eru upplega erfiða aðstæður og það er það sem skiptir öllu máli gagnvart þessu börnum er að það sé fyrst og fremst málsmeðferðar tíminn að hann taki ekki von og viti ár eftir ár eftir ár heldur það sé bara ákveðið ferli sem fer í gang og það er tekið markvisst á þessu. En svo hún líka bara sterkar hefðir og ég las nú ágætan pistil í dag sem byrja yfirskriftina Mæðraveldið sem ég veit ekki nema að sé kannski viðeigandi á þessu sviði en sko orðfæri skiptir náttúrulega miklu máli, það er alltaf að tala um umgengni en ekki umönnun. Þú skrifaðir, María, sérstaklega um foreldrafirringu sem menn deila hvort sé til yfir höfuð. Já. En í okkar rannsókn og í viðtölum okkar við fólkið í kerfinu, þá var niðurstaðan nú samt svo að hvaða nafn við setjum á það skiptir kannski ekki máli. Það hafði allir sem við ræddum við kynnst og séð þessa hegðun. Það sem að annað foreldrið er einhvern veginn að reyna að útiloka hitt foreldrið úr huga og lífi barnsins. Þannig að mér finnst, hvað við kallum þetta skiptir ekki öllu máli en það er aðalega hvernig við tökum á þessu. Hvað við ætlum við að gera? Viljum við bara samþykkja þetta sem samfélag? Er hægt að laga þetta, þú segir, málsmeðferðin er alltaf löng og það er náttúrulega fagfólk sem að meta þetta því að það verður alltaf að hafa hag barnsins í huga. Er hægt að gera þetta miklu hraðar? Er það sem þetta segir? Ég má kannski aðeins grípa þarna inn, þar sem kom áberandi út úr þessum viðtölum og kannski hefur þetta aðeins breyst frá því þá en það sem var áberandi það voru svolítið mikið verið að benda á hvern annan. Barnaverndarnefndin vildi að sýslumenn gerðu meira, sýslumenn vildi að barnaverndarnefndin gerðu meira og þetta var svona bolti, heit kartafla sem bara vildi svolítið kasta á milli. Verkaskiptingin er mjög óskýr. Að því leyti og líka talandi hugtök, ég held að sé mjög mikilvægt að það sé sett svolítið niður einhver rammi utan það við það að vera fást við börn það er ekki að tala um einhver skuldapappíra sem að mér finnst nú stundu umræða að vera þannig að megin og flýta ýmsu þegar kemur að slíku en það er þetta að það sé þegar mál stofnast þá bara fer ferli á stað og markmiðið að klára þetta ekki eftir 6 ár eða 4 ár eftir 1 ár mestalagi eða eftir 3 mánuði og fylgja því eftir. En það eru heldur engin viðurlög. Já, það er náttúrulega dagsektirnar, það eru ákveðin viðurlög. Er það beitt af einhverju ráð? Sko, ég þekki nú ekki tölfræðina á baku það, en það er bara staðreynd að í sumum málum, sem ég held að sé nú reyndar ekki mjög mörg, að þá hefur það engin áhrif. Og eins og ég segi, ef ásetningurinn er innlægur og algjör, þá kemst talmennaforeldri bara upp með þetta. Og það gerist þá ekki neitt. Og það er kannski margir fagaðalega búin að koma á málinu og ákveða það að það samræmist hagsmuni barnsins að vera í umgengni við hitt foreldrið. En hvað er þetta að gera í því? Sko, ég held að sé brýn nauðsyn að við skilgreinum þetta óréttmætt, að það sé áréttmætum hætti komið í veg fyrir umgengni, að við skiljum það sem ofbeldi. Og við sáum það til dæmis í viðtalinu í gær að þetta hefur gríðarlega alvarlegar og langvarandi og jafnvel óafturkræfar afleiðingar.
Og ef við meðhöndlum þessi mál bara eins og hver önnur ofbeldismál, þegar vaknar grunur að barn sé beitt líkamlegu ofbeldi, þá það tilkynnt til barnaverndar og það fer ykkur á könnun af fagaðilum og það þarf bara að gera það líka í þessu máli. Mér langar bara rétt í lókina því ég myndist á þetta orð mæðraveldi, það þannig en þá getum við fullist það svona af þinni og ykkar rannsókn að viðhorfum séu þannig að maðurnar eigi börnina, þær eigi ríkari rétt. Já, ég held að það sé bara... Engin vafi. Ég vil ekki kveða svo fast á orðið. Lögin gera ekki ráð fyrir því að mæðrum sem hygla frekar heldur en feðrum, en ég held þetta sé bara samfélagið sjálft sem er ennþá fast í þessu að börn eiga tilheyra mæðrum sínum. Við eigum bara líka að líta á þetta að foreldrar er að ala upp börnin sín og þetta er uppeldi en ekki eins og segja umgengni eða skömmtun. Þetta er ekki spurning algóða foreldri og alslæma foreldri. Nei, þau gegna bæði sínum mikilvæga hlutverki. Komst ekki lengra í bili, kæra þakkir fyrir komandi til okkar Stefanía og María. Já, og þá skiptum við yfir í menninguna til Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Komið sæl. Það boðið upp á sannkallaða veislu fyrir skilningavitin í Hafnarhúsi og Gerðarsafni nú mundir. Útskriftarnemar Listaháskóla Íslands fylla þar sali með verkum sem endurspegla nám, rannsóknir og listsköpun þeirra síðustu ára. Sýningar Listaháskólans vekja ár hvert mikla athygli og í hugum margra vorboðin ljúfi. Kolbrún Vaka og Sigurður Jakobsson fengu nasasjón af grasarótin í myndlist, hönnun og arkitektur. Ég held ég mig að segja að útskriftarsýning Listaháskóla sé einhver vinsælasta sýning ársins. Ég er svo satt búin að vera gangrána sem fötunum í heilt ár. Ég byggði svolítið línuna mína á þeirri reynslu og þeirri svona hugmyndafræði sem líka þar á bakvið að maður nýti fötin sem betur, að við kaupum alltaf mikið og erum rauninni farin að neyta fatnaðar í staðinn fyrir að eiga þau. Ég lagði líka svolítið áherslu á sjálfbærni. Öll efnin eru lífræn eða endurunnin og öll endurvinnanleg og þess vegna engin rennlásar eða svona aukaslitir. Það mín eru allar viðsnúanlegar og breytanlegar þannig að hún getur svona aðlaga þeim eftir hvað það gera eða hvernig líður eða það finnst. Við ákveðum að fara í samstarf. Ég og einn stelpa í grafík með Dóra. Við byggum til svona stærra konsept í kringum þetta og hún sá þá að búa til grafísku hliðina og umgjörðina á merkinu og ég þá fötin. Nafnið Lykka því mágur á færisku og við vorum hrifin af máginum af því hann svona, það er ekkert allir sem elska hann en hann í rauninni bara mjög svona mikið að spjara sig í lífinu og í þeim aðstæðum sem við gefum honum og okkur fannst svona skemmtilega mikið attitúd í honum. Já, svo bláði sem til svona merkimiða á fötin sem líka í rauninni smá svona survival kit fyrir fötin. Inni því klútur og sápa og svo nálægt finni þannig að hann getur lagað þau ef eitthvað kemur upp á og svo svona eitthvað klemur með þar. Ef hann ekki að sauma, getur bara smellt í saman. Svona hálfgert vandamál á Íslandi og annars staðar með arkitektúr að hann hefur svolítið fallið einhvern veginn í skuggan. Markmið arkitektanemanna var að hafa sýninguna aðgengilegri en áður hefur verið. Nemendurnir fengu verkefni tengt ferjunni Baldri sem siglir Breiðafjörðinn og þeim áfangastöðum sem Baldur stoppar á. Á sýningunni freistast nemendurnir til að færa áhorfendur til Breiðafjarðar með ýmsum leiðum. Hljóðmynd, hljóði í Baldri og stórt vídeóverk sem sýnir staðina, síðan með safari og lyktin af hafinu og svona. Þetta á að virkja öll skilningavitið. Þetta sem sagt að samansaumar af öllum streikabótum úr öllum málverkum sem ég búin að gera í skólanum síðan 3 ár. Þetta allt handsaumar. Það texta á verkinu og þetta svona sjálfsævisöguleg skrásetningur. Ég alltaf að vinna með svona textum sem svona sagt mig frá öðrum fólki og setningin sem núna á verkinu eitthvað sem var sagt við mig þegar ég sagði að ég komst inn í skólan í LHÍ og ætlaði að vera í myndlistinni. Það mamma mín sem sagði mér.